Ég býð ykkur velkomin á þennan fundi í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Hann númer 759, haldinn 15. apríl 2020 á 90. afmælisdegi Vigdísar Finnbogadóttur, fyrrverandi forseta Íslands, og ég segi fund settan. Þessi fundur fyrir honum liggja 9 mál. 2 fundargerðir frá bæjarráði Mosfellsbæjar, 2 frá nefndum bæjarins. Þessu sinni það íþrótta- og tómstundanefnd og menningar- og nýsköpunarnefnd. Og síðan eru 5 fundargerðir til kynningar að þessu sinni. Við byrjum þá á fundi sem haldinn var 2. apríl síðastliðinn í bæjarráði Mosfellsbæjar. Þessi fundur var númer 1437 og þar voru 8 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Það er engin, það er Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri, sem hefur beðið orðið hérna á spjallinu. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti, langar að taka þetta máls undir máli númer 7 á þessum fundi sem heitir fjárhagsleg áhrif COVID-19 á rekstur 2020. Þá átt við á rekstur Mosfellsbæjar á þessu ári, en eins og allþjóð veit þá eigum við í baráttu við stæða veiru sem að herja á heimsbyggðina og meðal annars okkur hér, og hefur áhrif á ýmislegt, ekki bara heilsufar okkar, heldur líka og í framhaldinu á fjárhag ríkis, sveitarfélaga og sjálfsögðu líka fyrirtækja og almennings. Og það var á þessum fundi bæjarráðs farið yfir svona mögulegar sviðsmyndir þess að áhrif þessara ástands á fjárhag Mosfellsbæjar. Þær sviðsmyndir voru lagðar fram af fjármálastjóra bæjarins og höfðu verið unnar á fjármáladeildinni, en þess ber að geta að fjármálastjórar og reyndar framkvæmdastjórar líka sveitarfélag hérna á höfuðborgarsvæðinu höfðu svona borið saman bækur sínar svona það hvaða áhrif þetta ástand alls saman getur haft á fjárhag sveitarfélaga. Og það ljóst að þau geta og verða veruleg, sem skapast fyrst og fremst af því að tekjur munu minnka og útgjöld að einhverju leyti aukast. Þetta svona svolítið klassískt í svona þegar að kreppir að, þá gerist þetta tvennt, og þetta tvennt fer ekki vel saman, að tekjur minnki og útgjöld aukist. En á fundinum þá gerði fjármálastjóri svona aðeins grein fyrir þessu og hann búinn að setja upp svona sviðsmyndir eins og ég nefndi fjárhagsleg áhrif mögulega á sveitarfélagið, og til að mynda miðað við það að útsvarstekjur myndu lækka á bilinu 2–5%, og hvað áhrif það hefði á tekjur. Það ljóst að hvert prósentustig í lækkun útsvars á tekjur bæjarins, það lækkar tekjurnar 64 milljónir. Þannig að það mjög viðkvæmt fyrir því, og ástæða fyrir því að tekjur eða útsvar mun lækka, gæti lækka eða mun lækka, náttúrulega sjálfsögðu þær að tekjur íbúanna lækki, það sé að það verði aukið atvinnuleysi, minni möguleikar á tekjuöflun fyrir íbúana, og þetta svona, þessar sviðsmyndir svo sem svona líkar því sem að hafa verið settar fram fyrir önnur sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu.
Það að útsvarstekjustofninn lækki, það þýðir líka að framlög úr jöfnunarsjóði lækka, bara vegna þess að framlög úr jöfnunarsjóði bara hlutfall af tekjustofni ríkisins og þegar hann lækkar, þá lækkar það fjármagn sem fer í jöfnunarsjóðinn. Síðan líklegt að sú íbúafjölgun sem var áætluð og áætluð í fjárhagsáætlun ársins, hún muni eitthvað riðlast. Það líkur á því og þetta fara mjög sterk rök fyrir því að sú íbúauppbygging sem áætluð verði hægari vegna þessa ástands. Og það skiptir verulegu máli í því, við erum að gera ráð fyrir því að það fjölgi 5,3% í fjárhagsáætluninni árinu 2020 og ef sú fjölgun verður til að mynda 20% minni, þá lækka útsvarstekjur 77 milljónir, þannig að þetta fljótt að telja. Nú síðan líka gert ráð fyrir að þjónustutekjur bæðis lækki, þjónustutekjur leik- og grunnskólunum. Það náttúrulega vegna þess að sveitarfélagi ekki að veita fulla þjónustu nú stundir. Það takmörkun á skólahaldi. Leikskólinn annað hvern dag og svona kennslumagn í skólum það bil helmingur af því sem það venjulega. Þannig að það þýðir tekjulækkun, það ekki verið að nema litlu leyti að selja mat og það sé sjálfur sér ekki tekjuskapandi, þá hefur það áhrif á þjónustutekjurnar og það má gera ráð fyrir því að þetta muni þýða svona 20 milljóna minni tekjur í bæjarsjóð vegna þessa. Og það má gera ráð fyrir því að fjárhagsaðstoð hækki einhverju leyti þegar líður árið að minnsta kosti. Það má gera ráð fyrir því að þjónustutekjur vegna byggingagjalda, vegna minni umsvifa á byggingamarkaði lækki. Það má gera ráð fyrir því að gatnagerðargjöld lækki verulega, þannig að sala á sérstaklega atvinnulóðum muni dragast saman eða ekki verða í námundum við það sem áætlað Hins vegar svona miðað við þær spár þróun verðlags þá kannski gera ráð fyrir því að fjármagnskostnaður verði lægri heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir, þar að segja verðbótaþáttur hans verði lægri vegna minni verðbólgu. En það líka mikil óvissa það á tímum sem þessum. Þannig að það ljóst að þetta ástand mun hafa töluverð áhrif á fjárhag sveitarfélagsins og skiptir það örugglega hundruðum milljóna bæði á rekstrarlega afkomu en ekki síður á sjóstreymi, þar að segja að menn þurfa að taka meiri lán til þess að fjármagna hennar rekstur og ekki síst af fjárfestingar sem eru miklar áætlaðar á árinu 2020. Það eru svona brúttó 3 milljarðar og það nú mikil áhersla á það á hið opinbera að standa við þær fjárfestingaráætlanir sem það hafa verið settar fram og helst að bæta í. Okkur það nú hér í Mosfellsbæ nánast ómögulegt að bæta í vegna þess að þær eru það miklar fyrir að það bara svona framkvæmdarlega mjög erfitt vik að framkvæma meira. En ef okkar fjárfestingaráætlanir verða óbreyttar og þetta gengur eftir þá ljóst að bæjarsjóður þarf á auknum lántökum að halda til þess að standa undir þessum fjárfestingum því að það mun minna eða jafnvel ekkert koma upp í þær frá rekstri. En Mosfellsbær hefur búið við það sem betur fer undanfarin ár að töluverður hluti af þeim fjárfestingum sem sveitarfélagið hefur staðið í hefur fjármagnað beint úr rekstri þess. En það viðbúið að það verði mun erfiðara á tímum sem þessum.
það verður haldið áfram af hálfu fjármáladeildar og framkvæmdastjóra og bæjarstjóra að vinna í þessum málum, þétta í þessar áætlanir í góðu samstarfi við sveitarfélög hérna á höfuðborgarsvæðinu. Við fáum nú svona fyrstu alvöru vísbendingarnar núna svona seinni partinn í þessum mánuði þegar kemur útsvarsuppgjörið fyrir mars. Hvernig það mun svona passa við áætlanir, fjárhagsáætlanir okkar og spennandi að sjá hvernig það kemur út og halda áfram að svona, eins og ég sagði, að þétta þessar spár. En það ljóst að það mun þurfa að leggja fram nýja og breytta fjárhagsáætlun svona þegar líður á árið eða viðaukar við hana. Ég myndi nú eiginlega kalla það bara nýja og breytta fjárhagsáætlun. Ég held að þetta gæti verið það mikla breytingar á henni að þó að það muni svona tæknilega séð sjálfsagt heita viðauki eða þá mun það sjálfsagt vera það miklar breytingar á tölum að alveg færa rök fyrir því að það sé önnur fjárhagsáætlun. Við höfum svo sem gengið í gegnum þetta áður, sveitarfélagið, fyrir 12 árum síðan. Það var svo sem ekkert skemmtileg ganga en svona álega svo sem færa rök fyrir því að hún hefur gengið ágætlega hjá Mosfellsbæ, svona miðað við allt og allt. Mosfellsbær býr að því að vera með sterkan fjárhag. Hefur verið góður ágangur af rekstri bæjarins undanfarin ár og einnig hafa komið töluverðir fjármunir út úr rekstri þess sem hefur eftir að nýta upp í afborganir á lánum og fjárfestingar eins og ég nefndi hér áðan. Og sveitarfélagið þolir taprekstur í einhvern smá tíma en vonandi verður þetta nú stutt kreppa, kröppin stutt en það svo sem ekki sé fyrir endan á því. Og það var ánægjulegt að heyra ríkisstjórnina greina frá því í gær að það stendur til að aflétta þeim hindrunum sem eru í svona daglegu lífi fólks og viðskiptum og öðru slíku í áföngum og byrja á því 4. maí. Það mun strax hjálpa til við að koma aftur í gang svona venjubundnu lífi og það verður örugglega töluvert langt í það að það verði alveg eins og það var hér fyrir 2-3 mánuðum síðan. En það býður okkar verkefni og að svona halda utan þessi mál svona fjárhagslega, fyrir utan allt sem kemur að veirunni sem slíkri svona út frá starfseminni og sjúkdómum og ég vænti þess að það verði góð samstaða og vonast til þess að það verði góð samstaða hér í bæjarstjórninni að taka þær ákvarðanir og leggja fram þær áætlanir sem að nauðsynlegar eru til að bregðast við því. Það er mikilvægt að þegar svona stendur á að fólk standi saman, ekki síst þeir sem stjórna og með það held ég að ákvarðanirnar verði betri og til þess meira fallnar að gera það þannig úr garði að við getum komið út úr þessu vel. En ég endurtek það að sveitarfélagið Mosfellsbær er vel í stakk búið sem betur fer til þess að takast á við svona verkefni og að maður hefði ekki óskað sér þess að hafa standi í þeim. En það er nú bara eins og það er og ég gerir ráð fyrir því að þetta mál verði til umræðu á komandi fundum bæjarráðs og bæjarstjórnar svona næstu vikur og mánuði. Takk forseti. Anna Sigríður Guðnadóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Já, takk forseti. Já, ég þakka bæjarstjóra fyrir þessa yfirferð yfir þessi málefni tengd COVID-veirunni og hvað áhrif hún hefur þessi málið hafa á starfsemi sveitarfélagsins og sérstaklega fjárhag. Ég ætla ekki að gera að umtalsefni einstakar aðgerðir eða tillögur einstakar aðgerðir, heldur vil ég bara hnykkja á því sem framkom í máli bæjarstjóra varðandi samstöðu og samstarf.
Ég sammála bæjarstjóri því að reyndar finnst mér alltaf gott þegar að stjórnvald eins og sveitarstjórn getur haft samstarf og staðið saman sem flest mál. En það eiginlega aldrei mikilvægara heldur en á tímum eins og við stöndum frammi fyrir núna og ég lýsi því núna eins og áður, ég alltaf til í samstarfum góðar og skynsamlegar tillögur. Ég vil bara ítreka það að þá þarf það að vera samstarf, hvað ég segja, að við sem að sitjum fyrir utan meirihlutann, að við höfum þá fulla þátttöku í mótun tillagnanna eða umræðuna tillögur. Þannig að í raun og veru við eigum öll okkar hvernig get ég nú orðað þetta, þannig að í raun og veru séu þá tillögurnar og það sem farið í sé þá á forsendum okkar allra og í raun og veru þá náttúrulega hef ég enga ástæðu til þess að ætla að það verði öðruvísi, því að ég heyri það og bæjarstjóra að hann leggur áherslu á samstöðu og samstarf. Ég vildi bara ítreka þetta að það þarf þá að vera í ferlinu og ekki þannig að fólk standi frammi fyrir orðnum eða þegar teknum ákvörðunum, heldur sé samtalið iðkað og menn leggi sig fram að ná samstöðu og samstarfi. Og ég endurtek það bara því ég hef ekki ástæðu til þess að ætla að verða öðruvísi, en ég vildi bara ítreka þessa skoðun mína. Takk. Já, fleiri. Já, hérna er Valdimar Birgisson við beðum orðið og síðan Stefán Ómar Jónsson. Gjörðu svo vel, Valdimar. Já, takk fyrir það. Og geta bæjarstjórn og forseti. Ég tek undir það sem hefur verið sagt hérna, bæði að bæjarstjóri og Önnu Sigríði, bæjarfulltrúa Önnu Sigríði, það að það er alveg nauðsynlegt að standa saman og sýna samstöðu á þessum tímum sérstaklega. Ég líka vil taka boltana sem að Anna Sigríður sagði það þarf líka að vera þá einhver tvístefna í þeim málum og ágætt að heyra það hvað hugmyndir bæjarstjóri hefur þá það hvernig aðkoma okkar minnihlutans að þessu væri þá heldur en bara að samþykkja það sem liggur fyrir. Fyrir mitt leyti þá munum við styðja allar góðar ráðstafanir, allar góðar tillögur sem hafa komið fram og reyna eftir mætti að sýna samstöðu með íbúum þessa bæjarfélags. Og jafnframt að sjálfsögðu þegar það og við að koma með gagnrýni þegar það og við sko. Og í þessu sambandi kannski ágætt að heyra því við fengum á þessum bæjarráðsfundi fyrir tæpri viku fengum við upplýsingar svona hvað áhrif COVID hefði á fjárhag bæjarins. Frá því að þessar upplýsingar komu fram og svona það leyti sem þær voru að koma fram, þá hefur líka orðið nokkuð skýrt að svona svartsýnni spátnar eru að rætast og það sem hefur verið í umræðinu núna undanfarið er heldur lengri kreppa heldur en gert var ráð fyrir á þessum tíma. Og þess vegna langar maður að spyrja líka því sko, er eitthvað búið að leggja mat á það? Hvernig staðan og hvernig fjárþörfin gæti litið út með þeim forsendum. Það er að segja að ferðamannaströmmin verði nánast engin lunga á þessu ári og svo framvegis sem að ætta líklegt til að dýpka þessa kreppu verulega. Og líka mig langar að nefna það að því við erum að tala um þessa hluti að aftur að leggja áherslu á það hversu frábærlega starfsfólk hefur staðið sig í skólum og á bæjarskrifstofum í Mosfellsbæ í þessum erfiðu aðstæðum. Já, það er þeirra Maldaská og Stefán Ómar. Þú ert næstur. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, þakka þér fyrir, forseti og bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, bara þakka fyrir þessa yfirferð sem að bæjarstjóri fór yfir þarna áðan. Og ég hafði nú tök á því að fylgjast með akkurat þessum dagskrárlið á síðasta fundi bæjarráðs og þannig ég gat heyrt þetta svona frá fyrstu hendi, það var bara mjög gott. En ég segi bara sama, ég tek náttúrulega bæjarstjóra bara orðinu og við ræddum það á síðasta fundi að snúa bökum saman
og ég treysti því ennþá að það sé í þeim farvegi, en ég vil endilega fá að heyra núna hvernig framkvæmdin á því á að vera. Því að eins og bæjarfulltrúi Anna Sigríður og Valdimar hafa komið inn á hérna, að þá kem ég inn á það líka að ef við eigum að snúa bökum saman, að þá verðum við að fá að vera með í öllum undirbúningi frá day one eins og maður slettir, eða frá fyrsta skrefi. Þannig að ég legg bara áherslu á það að það verði og eins og þeir sem á undan með töluðu hérna, 2 bæjarfulltrúarnir, að þá vil ég hérna heyra bæjarstjóra segja okkur á því hvernig hann sér þetta og hvernig hann sér það að kalla þá hópinn saman til skrafs og ráðagerða. Og ég held líka að hérna, sviðsmyndirnar sem verið að tala um, það einhvers konar, ég sé fyrir mig allavega að það sé einhvers konar gagnvirkar sviðsmyndir sem hægt að setja inn í forsendur því miður væntanlega tekjulækkanir í útsvari og jöfnunarsjóði og þjónustutekjum og fleiru og sjá hvaða áhrif það hefur á efnahaginn, leiða þær eru valdar eða slegnar inn og þá hugsamlega þær aðgerðir sem við þurfum að grípa til fyrir utan þetta. Sem sagt með einhvers konar inngjöf eða aðgerðum sem að við kannski vitum ekki alveg hverjar eru núna, hvað það þá þýðir og á endanum hvað mun þetta þurfa. Við munum væntanlega hreinsa út tekjuafganginn, geri ég bara fastlega ráð fyrir eftir þessar upplýsingar sem við fengum á síðasta fundi. Þannig og hvað svo, hvaða lántökur liggja þá fyrir, hvernig stöndum við að því og hversu mikið og svo framvegis. En sem sagt, ég tek bara undir það sem hefur verið sagt hérna, við erum tilbúin að vinna öll saman. Minnst kosti minnihlutinn tilbúin að vinna með meirihlutanum í þessu, en við verðum að vera jafnfætis frá fyrsta punkti. Takk fyrir þetta, forseti. Já, Haraldur Sverrisson, þú beðið mig orðið, gjör svo vel, Haraldur. Já, forseti, ég ætla nú bara að bregðast við þessu. Það verður nú bara að segjast alveg hreinskilnislega. Ég hef ekki hugmynd hvernig við myndum standa þessu. Því ég hef ekki alveg hugmynd bara hef ekki yfirsýn á þessu stigi fyrir frekar aðri hvert verkefni nákvæmlega verður. Þannig að ég bið ykkur nú bara að hafa skilning á því að við þurfum, eins og ég nefndi áðan, að fá betri svona tilfinningu fyrir því hvert verkefni verður og hvernig þá hægt að bregðast við því eða hvort við viljum bregðast við því. Eins og ég nefndi áðan að sveitarfélagið þolir taprekstur, sveitarfélagið þolir meiri lántökur, skuldahlutfall sveitarfélagsins eitthvað rétt undir 100% í dag, þannig að sveitarfélagið getur tekið töluvert marga milljarða að láni á þess að fara upp fyrir 150% og þess utan búið að kippa þessum fjárhagsviðmiðum úr sambandi af ríkisstjórninni vegna ástandsins. En auðvitað það markmiðið að reyna að halda þessum tölum sem lægstum. En ef við ætlum að halda dampi í rekstrinum, halda úti óbreyttri þjónustu, halda áfram þeim fjárfestingum sem við höfum áætlað, að þá ljóst að skuldahlutfallið fer upp vegna þess að við þurfum að taka vel í lán. Ég sjálfur sér ekki engar sérstakar áhyggjur af því að það verði taprekstur á sveitarfélaginu 1, jafnvel 2 ár. Við erum búin að reka það með afgangi, núna mjög mörg ár í röð og mjög miklum afgangi og það verður lagður fram ársreikningur í ráð fyrir árið 2019 í næstu viku í bæjarráði og ég held að getum alveg vel við unnað afkomi á því ári. Það er vísbendingar sem ég séð það. Þannig að við erum, eins og ég sagði, vel undir þetta búin en það er ljóst að eins og bæjarfulltrúi Valdimar nefndi áðan að svona frekar að syrta í svona spárnar og ég held að svona vægi parturinn af spánni sem að fjármálastjóri kynnti fyrir okkur á síðasta bæjarráðsfundi að hann sé svona því miður ekki að ganga eftir. Það er það frekar miðlungs og jafnvel verðisspáin sem að er það sá raunveruleiki sem við erum að búa okkur undir. Og ef slíkt þá verður verulegur taprekstur á
rekstri bæjarins án mótvægisaðgerða og þörf fyrir handbært fé verður mun meiri sem þýðir meiri lántökur og ég held að bara þegar að þetta orðið ljósara þá og við hér framkvæmdastjórar, fjármáladeildin og bæjarstjórinn búin að átta okkur betur á þessu og koma þá með einhverjar tillögur inn á borðið og þá gerir bara ráð fyrir því að við getum haldið hér sameiginlega fund allra bæjarstjórnar til þess að ræða það. En ég get bara ekki á þessu stigi máls sagt til það hvernig það verður því að ég ekki algjörlega eða bara mjög lítið með þá að hreinu nákvæmlega núna nákvæmlega út af hvað verkefnið mun ganga en það mun skýrast held ég mjög hratt á næstu vikum. Strax eins og ég nefndi kemur vísbending núna í lok mánaðarins sem við fáum inn uppgjör á útsvarstekjunum fyrir mars. Og ef að það til dæmis mjög mikið, þær eru til dæmis mjög mikið minni heldur en við hefum áætlað, þá gefur það okkur vísbendingar tekjufallið. Og við erum líka að sjá það strax í fjölgunartölum að það ekki að fjölga íbúum í mars í Mosfellsbæ. Það strax vísbending það sem ég nefndi hér áðan að íbúafjölgunin mun ekki ganga eftir. Þannig að svona hlutir sem við þurfum að safna saman. Það líka eftir að sem mikilvægt kannski stærsta breytan í þessu öllu saman eru aðgerðir ríkisstjórnarinnar eða ríkisvaldsins. Það búið að setja björgunarnet undir launafólk og fyrirtæki núna hvað varðar hlutabætur og svo framvegis. Ríkisstjórnin og fjármálaráðherra og forsætisráðherra hafa gefið það í skyn að það muni verða frekari aðgerðir til að létta undir með atvinnulífinu og það náttúrulega stórar breytur í þessu þannig að það eitt af því sem við þurfum að taka og fá betri yfirsýn yfir. Á vettvangi SSA líka búið að vera að vinna svona að því að greina þetta með einhverjum hætti svona fyrir allt landið eða kannski allt höfuðborgarsvæðið og það búið að vekja athygli fjármálaráðherra og forsætisráðherra á því að ef ekkert aðgert hvað varðar sveitarfélögin þá hefur það mjög veruleg áhrif á fjárhagslega getu þeirra og sveitarfélögin eru raun og veru mun lengur að jafna sig á því heldur ríkið það er meiri sveigjanleika og miklu fleiri tekjustofna, miklu fleiri möguleika til þess að strömmlínuna sinn restur. Þetta er sveitarfélög sem hafa mjög þröngan tekjustofn, það útsvar á fasteignaskatta eða fasteignagjöld og svo einhver gatnagerðargjöld og þjónustugjöld og svo framvegis. Þannig að þetta allt saman þarf að komast í svona einhvers konar heildarmynd og ég held að það sé okkar verkefni hér sem vinnum á starfsmanna bæjarins, bæjarstjóra, fjármálastjóra, deildar og framkvæmdastjóra að teikna upp nákvæmar hvaða verkefni stöndum frammi fyrir og þegar einhver betri greining á því liggur fyrir þá þurfum við náttúrulega bara að ræða hana og sjálfsagt munu þá vera einhverjar tillögur þar að lútandi en það byggir svolítið á því hvers eðlis verkefni verður. Þannig ég bara því miður get ekki útskýrt þetta neitt betur á þessu tímapunkti heldur en þetta. Já, það eru tveir á mælendaskrá núna. Þarstu tekur til máls bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar. Mig langar aðeins að bæta í þessa ágætu umræðu sem er þetta mál númer 7 sem við erum að ræða hér sem er fjárhagsleg áhrif COVID-19 á rekstur Mosfellsbæ 2020. Ég held að það sé margt búið að koma hérna fram og ég tek undir það að samráð og samstarf sé mjög hinu góða og mér finnst það hafa tekist ágætlega það sem að þeim verkefni sem við erum að vinna í þessum málum. Ég held samt að lykilatriðið í þessu og kannski stóra verkefnið það að óvissan það mikil eins og hefur komið fram og við erum að tala með þetta verði vonandi stutt tímabil, við vitum svo sem ekki ennþá hvað það verður langt eða hvað það verður djúpt. Þess vegna held ég að svona yfirvegun í þeim aðgerðum sem við ætlum að taka og framkvæma varðandi viðbrögð, ég held að það sé mjög stórt mál. Það kannski sviðsmyndin, hún liggur ekki fyrir, kannski erfitt að gera einhver langtímaplön, þetta breytist bara viku fyrir viku,
Það sem við vitum núna að það verður opnað fyrir venjulegan skóla og leikskóla 4. maí, það vel og það hjálpar virkilega til. Ég held að málið sé eins og ég segi yfirvegun og þetta sé skoðað í rólegheitum og vonandi haft mjög gott samráð sem allir geta verið sátti við vegna þess að við þurfum að vanda okkur við þær aðgerðir sem við gerum til þess að það nýtist sem allra best og sem allra flestum. Þannig að við séum kannski ekki að koma með tillögur og hugmyndir sem eru kannski ekki nógu vel ígrundaðar og þurfum að skoða málin vel, það sem ég reyna að segja að vanda okkur og gera þetta að yfirvegun. Það er kannski það sem mér langar til að segja þetta mál. Takk fyrir. Já, næsta tekur til máls bæjarfulltrúi Sveinn Óskar. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, forseti, takk fyrir. Já, ég tek undir það að við verðum að standa saman og þá vil ég árétta það sem hefur komið hérna fram að það verður að samráð. Líka að tillögur sé ekki í raun og veru varpað fram án viðræðu við minnihlutann. Það sé lagt fram staðan og hún rætt og að því getur spunnist á umræða og þá tillögur. Ég er sammála Ásgeiri Sveinssyni að það borgar sig ekki að fara offari í málunum en ég treysti nú starfsmönnum bæjarins að fara ekki offari og vinna þetta vel. Þeir munu örugglega tryggja það að við séum vel upplýst og af því að bæjarstjóri minntist á það hérna áðan að við erum von að tölum núna útvarpstekjur og þá er kannski að því að við erum svona kalla eftir kannski hvenær við fáum nýjustu tölur stöðuna, þá er það líklega þegar þessar tölur koma fram næstu mánaðamót eða þegar það kemur í ljós að þá væri spurning hvort að væri hægt að kalla okkur saman bara til þess að ræða það sérstaklega á sérstökum fundi vegna þess að öll slík umræða sem fyrst, ég held samt að þrátt fyrir að við erum að taka þetta með stóískri ró, þá verðum við að fá upplýsingarna þegar berast. Og þegar þessar tölur berast væri mjög hyggilegt að mínu mati að við sem erum hérna saman núna fáum að vita hver staðan er strax. Varðandi ársreikningin núna sem er að koma og framtíðar vangaveltur hvernig niðurstaðan er, að þá er það mitt mat að þetta verður langvinn barátta upp á við. Og hún verður ekki auðveld frekar en fyrir 12 árum. Og í annan stað að þá finnst mér þar skipta máli einmitt þessi samstaða og tryggja hag bæjarins til bestan. En það verður aðeins gert með einu, það er að auka lántökur. Og þetta er bara spurning hvað skuldabréf verður haft. Og í því efni þarf maður bara einfaldlega að hugsa forgangsröðun í verkefni í framtíðinni og líka að kanna það virkilega samstöðu framkvæmdir hins opinbera hérna í nágrenninu við. Það er verið að tala að forgangsröða verkefnum eins og samgöngumál. Og það er eitt stórt samgönguverkefni hérna sem er til á Deilingholti. Og þarf ekki langar rannsóknir við. Það er Sundabraut. Og svo hefur vissulega komið einhverja áhöld og umræður það hvort að það sé tímabært að vera með borgarlínu í umræðum. Þetta tengist okkar fjárhag. Vegna þess að þetta skapar atvinnu í nágrenni og getur hjálpað við því að snúa efnahagskerfinu við. En þá er spurninga hvort að við erum að ná samstöðu líka slík mál að ýta við einhverju sem hægt er að koma í framkvæmd sem fyrst og er á teikniborðinu og er tilbúið og allar vélar og búnaður er til stað.
Og þarna erum við að tala mál sem varða bara fólkið í bænum. Það vill þá til að við hérna í mínu flokki vorum að dreifa bréfum hérna dreifa 8 blaði út borg og bí núna nýlega. Það kemur bara í ljós sem að gengur bæinn okkar. Það er mikið að frumkvöðla fyrirtækjum í bænum. Bara nöfnin á póstpersonum að sér fyrirtækja nöfnin og þetta eru sko alveg gífurlegu fjölda fólk í Mosfellsbæ sem eru í erfiðleikum. Og þetta fólk með fjölskyldufylgja. Og hvernig getum við sem bæjarfélag bara einfaldlega barist fyrir þetta fólk til þess að fá ný verkefni. Og það með verkefnum eins og Sundabraut, það með verkefnum eins og ríkið að áforma á öðrum sviðum og reyna að kalla eftir því að þetta fólk geti þá allan að fundi sig eitthvað farveg inn í framtíðina vegna þess að hún verður brött þessi leið af áfanga sem maður veit ekki eins og hvað en mér finnst skipta máli að þetta sé sko að við fáum tölurnar, hópurinn hér sem fyrst og ræðum það saman náttúrulega með fjármálastjóra og það þarf bara að vera helst almennu fundur sem það þarf ekki að vera formlegur bæjarstjórnarfundur. Það er bara vinnufundur. Og ég tel að við getum náð þannig saman utan hugmyndir sem að geta orðið til að finna leið sem skiptir okkur máli en enn og aftur þetta verður bara hvert stór fjárhæðin verður og skuldabréfinu sem þarf að taka. Og ég vil bara við þurfum að reyna að blása í raun og veru einhverja framtíðarsýn í brjóst fólks. Þetta er núna staðan þannig að við getum ekki alltaf þessu, getum við ekki tryggt. Vegna þess að það er erlend ríki sem stöðvar líka framþróunina. Þannig að sko, þetta gengur hvernig hjól atvinnulífsins virka hér byggjast líka á því hvað fyrir gang erlend. Hvenær verður landið opnað og hvenær fyrir flugið að staða svo framvið. Þannig að við þurfum einhvern veginn að reyna að vinna saman í því að finna hérna verkefni sem geta verið hérna í næsta nágrenni þessu farið í gang og eru stór að þeirri stærra gráðu að við getum skapa atvinnu hérna í Mosfellsbæ. Takk fyrir mig í bili. Já, fleiri hafa ekki fast sér hljóðs þetta mál. Þetta var mál nr. 7 í fundargerð bæjarráðs frá öðrum aðbríð. Þannig að ég lít svo á að umræðum þetta mál sé lokið en orðið ennþá laust önnur mál þarna á dagskráni ef einhver vill ræða eitthvað þar. Svo virðist ekki vera þá komið að greiða atkvæði þessa fundargerð ágætu bæjarfulltrúar. Það gert náttúrulega á spjallinu. Forseti. Já. Þú heyrðu fyrirgefðu Stefán Ómar, þú varst að detta hérna inn á skjáinn hjá mér. Stefán Ómar. Þriðja mál, umræða lokið 7. mál, en Stefán Ómar Jónsson bæjarfulltrúi hefur beðið orðið þriðja mál sem heitir Óskum breytingar og frágang á lóðamörkum Ástöðu Sólílíugötu 17 og 19-21. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, takk fyrir forseti og ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég var að skoða þetta mál og sögu þess núna þegar ég var að undirbúa þennan fund. Og þá sé ég það og mundi eftir því að þetta mál kemur fyrst inn á borð bæjarráðs í september í fyrra og þar er bókun á þá leið að framkvæmdastjóra umhverfissviðs falið að svara bréfritara og fyrir fundinum lá líka minnisblað frá framkvæmdastjóranum sem átt að leggja til grundvallar þessu svari. Og ég ætla nú ekkert að fara út í tæknilegu hliðina á því núna, hvernig það lítur út. En síðan gerist það að núna kemur þetta aftur á dagskrá, reyndar á þá þann aðdraganda að bréfritarinn kemur til
kemur á fund bæjarstjóra 17. mars eins og hann greinir frá í bréfi sínu og sem sagt er að árétta bréfið frá því í fyrra og einhver viðbrögð við því eins og maður les hérna bréfið hans. Og þá sem sagt gerist það að hann sem sagt fær hérna að óska eftir því við hann, að bæjarstjóri óskar eftir því að hann sendi annað bréf til þess að hérna málið fengi formlega umfjöllun. Ég svona velti þessu aðeins fyrir mér hvað þetta þýðir sko, vegna þess að ég get ekki séð betur en að málið hafi fengið umfjöllun í fyrra, þegar hann skrifar fyrra bréfið sitt og niðurstöðu sem átti að kynna honum. En hérna, þannig að mér finnst þetta mjög skrítið, einkennilegt að þegar að hérna, viðskiptavinur bréfritar út í bæ leita svo til hérna, framkvæmdastjórans, að þá var hann beðinn að skrifa annað bréf sem við getum fengið svar við fyrra bréfinu. Þannig að mér langar bara í þessu sambandi að spurja bæjarstjóra aðeins hvernig hann getur sagt okkur aðeins frá þessu, hvernig þessari atburðarás og af hverju hún eiginlega svona hálf skrítin að mér finnst, allavega án útskýringar, hvernig hann geti svona, upplýst þetta fyrir okkur og þá hvert það er komin niðurstaða, hvert það er það búið að svara viðkomandi núna og hver sé efnisleg niðurstaða. Takk fyrir. Já, Haraldur Sverrisson, við beðum orðið gjör svo vel. Haraldur. Já, forseti, það er einhverjum misskilningur í þessari ræðu, sýnist mér. Alveg rétt að málið kom þarna til umfjöllunar bæjarráðs í haust. Bæjarráð óskaði eftir umsögn framkvæmdastjóra umhverfissviðs það mál, fékk þá umsögn og framkvæmdastjóri umhverfissviðs svaraði síðan viðkomandi bréfritara á grundvelli þeirra umsögnar. Það var að vísu, það kom fram í máli bréfritara að það hefði orðið einhver senkun eða einhver dráttur á því að hafa fengið það svar frá framkvæmdastjóranum, en það kom nú samt fyrir nokkur mánuðum síðan. Ég bara baði nú hann afsökunar á því að svo hefði orðið, það hefði orðið þá vegna einhverja mistaka. En hann pantaði fund hjá bæjarstjóra eða viðtal hjá bæjarstjóra á grundvelli þessara svara og vegna þess að hann var ekki ánægður með svörin. Hann var ekki ánægður með svör eða umsögn framkvæmdastjóra umhverfissviðs og þá umfjöllunar bæjarráðs það. Hann taldi að þau svör var ekki alls kostar rétt og það vantaði eitthvað upp á þau og hann vildi fá frekari skýringar og ég bara ráðlaði hann þá ef hann vildi taka málið upp á nýju og að koma með einhverja önnur rök í málinu sem var reyndar gat svo sem ekki fært fram í þessu viðtali í sjálfu sér, að þá skildi hann skrifa bæjarráð annað bréf sem hann og gerði og það fékk þessa umfjöllun. Þannig að ég var ekki að hvetja til þess að skrifa bæjarráð aftur til að fá svar við erindinu sem hann ritaði í síðastliðið haust vegna þess að hann var búinn að fá það og bæjarráð var búinn að fjalla það, en var hann bara ekki ánægður með niðurstöðu svarana. Og þá sagði ég við hann að ef hann væri það ekki og teldi þess að hafa einhver önnur málsrök, þá þurfti hann að koma með þau og láta vita þeim fyrir bæjarráð sem hann gerði. Já, Stefán Ómar Jónsson hefur beðið aftur orðið, gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Stefán Ómar. Já, forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, takk fyrir þetta svar, en ég fekk ekki svar sem sagt við því hvernig lyktirnar hefðu orðið, vegna þess að þegar ég les hérna bókunina þá segir hér að það sé samþykkt með 3 atkvæðum að vísa erindum til umsagnar og afgreiðslu umhverfissviðs. Og það þýðir að umhverfissvið er með einsdæmi það að klára málið. Og ég var að spyrja sem sagt í hverju lyktirnar væru fólgnar, hvert að bæjarstjóri geti þá upplýst okkur það til viðbótar. Takk fyrir. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti, ég biðst afsökunar á það. Ég bara glemdi að svara þessum þætti. Það var ekki viljandi.
það kom fram á bæjarráðsfundinum að það væri svo sem ekkert nýtt, hefði ekkert komið fram neitt nýtt í þessu erindi. Það var engin rökfæri fyrir því að það sem hefði verið sagt í fyrra svari ætti ekki við rökastyður þess að reyndar kom fram í viðtali viðkomandi við bæjarstjóra. Þannig að það var niðurstaða bæjarráðs að senda erindi til umsagnar og afgreiðslu til umhverfissviðs sem þýðir þá að því ber að svara erindinu. Ég bara veit ekki hvort að það búið, ég vona það. Já, nú enginn að mælendaskrá þessa fundargerð, þannig að okkur það geta vanbúnir að greiða atkvæði hana eins og einstök mál bera með sér. Það sem sagt, við gerum það á spjallinu og þeir skrifa já sem samþykkja fundargerðina eins og einstök mál bara með sér. Og þetta form þekkjum við nú og greiðum atkvæði. Allir búin að greiða atkvæði og staðan liggur, niðurstöðurnar liggja fyrir. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá liður nú nokkrir dagar, þangað til aftur var haldinn fundur í bæjarráði. 5 dagar að þessu sinni, það var fundur haldinn númer 1438, 7. apríl síðastliðinn. Þar voru einungis 2 mál á dagskrá og ég gef orðið laust og Ásgeir Sveinsson hefur beðið orðið mál númer 1 sem heitir samningar vegna tvöföldunar Vesturlandsvegar 2019-2020. En áður ég gef orðið, þá hefur rétt að árétta að Haraldur Sverrisson hefur óskað eftir að víkja fundi undir þessum lið og mun gera það hér með og tekur ekki þátt í umræðum þetta mál. Ásgeir Sveinsson ætlar að ræða mál númer 1 og ég gef það Ásgeiri Sveinssoni bæjarfulltrúa orðið. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Takk fyrir forseti, bæjarfulltrúar. Ég vil vekja athygli á þessu mjög svo jákvæða máli sem að var lent þarna með samþykkt á samningi sem að verður undirritaður núna vonandi eða hvort það búið að því á allra næstu dögum, sem að tvöföldun á Vesturlandsvegi sem að frá Skálhollabraut og upp að Langatanga. Þetta búið að eiga langan aðdraganda, þetta búið að vera baráttumál hjá bæjaryfirvöldum í Mosfellsbæ í langan tíma, meira heldur en á þessu kjörtímabili og það búið að leggja mikla vinnu í þetta og það búið að standa í stappi með þá sérstaklega hvað varðar hljóðvarnir sem að þarf að tryggja við þessa breytingu og það gekk svo sem ágætlega að fara í gegnum skipulagsferlið. Það var gert á þessu kjörtímabili og það var fínasta samstarf við alla aðila hvað það varðaði. En þetta er eins og við vitum mjög svo þörf lagfæring á samgöngumálum hérna í Mosfellsbæ. Þó þetta sé ekki nema 1,1 kílómetri sem að ræða, að þá er þetta eins og við vitum mikill flöskuháls og er svona slysagildra og það er eiginlega með ólíkindum að það hafi ekki orðið fleiri slys á þessum kafla heldur en raun ber vitni. En með þessu að þá er sem sagt tvöfaldaður á seinni hlutin af þessum vegi sem er núna 2+1 og sett vegrið á milli og síðan verða að gera þarna biðstöð fyrir strætó og tengingar við göngustíga hérna innan Mosfellsbæjar sem að gera þetta að mjög svo betri og öruggari vegi fyrir vikið. Eins og við vitum þá var búið að breikka þarna brúna undir hérna lækinn, þannig að sú framkvæmd er búin, þannig að það er stefnt að þetta fari í gang bara núna með vorinu og vonandi tekst að klára þetta á stuttum tíma, þannig að við fáum þessa breytingu og þessa vegabót sem fyrst í gagnið. En ég vildi bara vekja athygli á þessum tímamótum. Eins og ég segi, það er búið að leggja mikla vinnu í þetta frá hendi Mosfellsbæjar
og bæði þá frá hendi bæjarstjóra sem er búinn að leggja mikla vinnu í þetta og á síðustu metrunum þá tókst að koma í veg fyrir það að Vegagerðin fengi sínu framgengt varðandi kostnaðarskiptingu á þessum hljóðvörnum og það voru miklu hagsmunir fyrir Mosfellsbæ sem voru tryggðir þar og það ber að þakka fyrir þá vinnu sem var lögð í það og ég fagna þessu og ég veit að allir bæjarfulltrúar að gera það. Takk fyrir. Já, Stefán Ómar Jónsson, bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti, takk fyrir, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, ég tek undir það með bæjarfulltrúa Ásgeiri Sveinssyni að þetta er gleðilegt að þetta sé núna loksins komið á rekspöl og hann tíunda hérna nokkur atriði sem lúta náttúrulega til framfara við þessar vegaumbætur sem þarna mun eiga sér stað og ég vildi bæta einni við sem kom frá skipulagsnefnd og var samþykkt þar að það var að breikka aðreinarnar inn í hringtorgið við Þverholt og Reykjaveg eða Kóngsveg eins og sumir kallan sem ég til að sé afar mikilvæg aðgerð og hún sem sagt er með í þessu núna og deiliskipulagið tók þessum breytingum þannig að þetta flaut með en bara aftur öll bara til hamingju og allir Mosfellingar með þetta hillir undir þessa langþráðu vegaumbætur í gegnum miðbæinn okkar. Takk fyrir. Já, það er nú enginn að mælenda. Jú, Sveinn Óskar hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar. Já, takk fyrir, forseti. Ég vil bara enn og aftur eins og við höfum gert í gegnum þetta ferli fagna þessari vegaframkvæmd og mér skilst að hún getur farið fljótt af stað og það er líka þessi smáatriði sem eru stór mál eins og Stefán bent á varðandi aðreinunar þannig að þetta nýtist þessi framkvæmd öllum sem mest og best og það er rétt að fagna þessu eins og aðrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Valdimar. Já, takk fyrir það, forseti. Ég ætla að gera eins og aðrir bæjarfulltrúi að fagna þessari framkvæmd. Það er vissulega tímabært að þetta fari í gang. Við erum búin að bíða svolítið eftir þessu og það er líka fagnaðarefni að það var rekið í augun á síðustu stundu að kostnaðarskiptingin væri ekki 87, hvernig var það, 1783, heldur 90-10, með reiknast til að bærinn hafi sparað þarna einhverjar 50 milljónir, þetta er 800 milljónir framkvæmt, þannig að það er fagnaðarefni og líka það að þetta fari, eins og segi, fari í gang og vonandi þá tekur þetta stuttan tíma af sumatrafikkinni, þannig að þetta er besta mál og færir okkur betri samgöngur í gegnum bæinn. Nú þurfum við bara næsta stefna á því að setja þetta allt saman í stokk einhvern tímann í framtíðinni. Já, það er enginn á mælendaskrá núna og þá lítur forseti svo á að umræðum þetta mál sé lokið, fyrsta mál og Haraldur Sverrisson tekur þá aftur sæti á fundinum. Áður en við höldum áfram með fundinn. Forseti. Já. Ég held ég hefði... Þú ert að koma núna, við skulum þá bíða. Meðan forseti var að Já, ok. Já, ég ætla ekki að... Yngra forseti, yngrar bæjarstjóri aðeins með að taka sæti því þú ætlar að ræða þetta mál. Já, ég ætla ekki að... Það er engin ástæða til að setja einhverja langa ræðu, þetta er bara mikið fagnaðarefni. Ég hef áhuga á því að við bókum eitthvað sérstaklega þetta bara sem bæjarstjórn þennan áfanga. Og þá er ég búin að ljúka máli mínu. Ertu með tillögubókun? Nei, ég er ekki með henni. Mér finnst bara ástæða til þess að við gerum það sem sagt. Að mér setja það, ég held að flestir séu saman þetta sé það merkur áfangi í þessari samgöngusögu okkar. Já. Er ekki Heiðar Örn kannski tilbúið með eitthvað? Það er fyrir þessi frekar að við bæjarfulltrúar myndum eitthvað
gera ef að taka fundarhlé eða er einhver með fljótur? Hvað segir formaður skipulagsnefndar? Er hann byrjar að skrifa? Nei, nú er ekki byrjað að skrifa en við getum bara haft þetta bara mjög stutt og sem er þá byggt bara á því að við fögnum því að langþráðum framkvæmdum við breikkun Vesturlandsvegar séu orðnar að veruleika og framkvæmdir fari í gang sem allra fyrst og það séu von okkar að þeim ljúki hratt og vel. Ég veit ekki hvað við viljum flækja þetta mikið, sko. Nei, ekkert að flækja, en þetta bara fínt, svona. Þetta mjög fínt. Ég tek undir það. Ég skrifa þarna í tjattið, bæjarstjórn Mosfellsbæjar fagnar því að framkvæmdir Vesturlandsvegar eru hafnar, eitthvað þannig, kláraði ekki. Já, og svo var Ásgeir komið með eitthvað aðeins meira. Já. Já, framkvæmdir við tvöföldum Vesturlandsvegar frá Skarhólabraut að Langatanga. Já, ég hef ekki talað að samningar sé í höfn og framkvæmdir muni hefjast fljótlega, eitthvað svoleiðis. Jú, rétt. Og stefnt sé að því að klára framkvæmdir á stuttum tíma. Og sé það fagnaðarefni fyrir alla Mosfellinga og ekki bara Mosfellinga heldur alla sem að keyra bíla hér í gegn. Ásgeir, getur þú skrifað þetta inn í spjallið þannig að við getum haft þetta allt þannig að það fer þannig inn í fundargerðina? Já. Eigum við að halda áfram með það? Getur ekki halda áfram með fundin og Ásgeir bara að skrifa? Jú, það er reyndar best að klára þetta svo bæjarstjóri getur þá tekið sér aftur sæti. Já. Við getum líka tekið örstuð fundarhlé eða við viljum fara örstuð fundarhlé. Og þá getur bæjarstjóri tekið sætið eftir það. Ég skal skrifa eitthvað niður elsnugt. Já, ok, við tökum þá stutt fundarhlé. Já, við hefum þá fund á 9 og það liggur hér fyrir bókun sem er einhugur í bæjarstjórninni. Hún er svohljóðandi. Þetta snertir fyrsta mál sem titill málsins er þannig samningar vegna tvöföldunar Vesturlandsvegar 2019-2020. Og bókun frá bæjarstjórn Mosfellsbæjar er svohljóðandi. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar fagnar því að samningar tvöföldun Vesturlandsvegar séu í höfn og að framkvæmdir muni hefjast von bráðar. Það er einhugur þessa bókun og hún verður færð hér til bókar og það er rétt að greiða atkvæði þennan lið vegna þess að einn bæjarfulltrúi er fjarverandi. Þeir sem samþykkja niðurstöðu bæjarráðs í þessum eina máli, númer 1, eru bennir að greiða atkvæði núna. Þetta er samþykkt með 8 atkvæðum. Haraldur Sverrisson mun þá taka aftur sæti á fundinum. Við skulum hingra eftir því að þar til hann kemur aftur í sæti sitt. Bæjarstjóri sestur í stólinn þannig að við heldum þá áfram fundinn. Við erum ennþá að ræða fundargerð bæjarráðs frá 7. apríl, nr. 1438. Það var annað mál á dagskrá, ég ætla að gefa orðið laust það. Það er íþróttahreyfingin og COVID-19. Heitir það hér í fundarboði. Að kveða sér engin hljóðs og þá er umræður lokið. Og þá er komið að því ágætu bæjarfulltrúar að staðfesta niðurstöðu í þessu máli. Við vorum búin að staðfesta niðurstöðu í hinu málinu og atkvæðagreiðslan er þá hafin.
Og niðurstaðnar eru, það er verið að telja hérna. Það er samþykkt með 9 atkvæðum, þetta er annað mál. Síðan liggur hér inni á spjallinu að það er óskað eftir fundarhléi vegna næsta dagskrárliðar sem er fundargerð frá íþrótt- og tómstundanefnd og við tökum fundarhlé. Já, við hefjum þá fund að nýju og við ræðum næst fundargerð frá íþrótt- og tómstundanefnd Mosfellsbæjar. Fundur númer 236, hann var haldinn 2. apríl síðastliðinn. Þar var aðeins 1 mál á dagskrá. Titillinn er svohljóðandi í fundarboði umsóknir og styrk til efnilegra ungmenna sumarið 2020 og orðið laust og Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, þakka þér forseti. Við erum hérna undir lið sem heitir Íþrótt- og tómstundanefnd Mosfellsbæjar og umsóknir styrki til efnilegra ungmenna sumarið 2020. Og ég er hér með tillögu sem að ég sendi fundarmönnum, bæjarfulltrúum, fyrir fundinn og með leyfi forseta fæ ég að lesa hann upp. Já, svo í styttri útgáfu. Gjörðu svo vel. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar samþykkir að þeir sem hlutu hálfan styrk samanber fyrirliggjandi minnisblað frá Íþrótta- og tómstundanefnd Mosfellsbæjar fái fullan styrk. Þeir sem sóttu styrk en ekki eru tilgreindir á minnisblaði nefndarinnar skulu hljóta fullan styrk. Skal gerður viðauki við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar vegna þessa ef þurfa þykir. Og mín stutta skýring er einfaldlega þessi. Það eru flestir, ef ekki allir, nema kannski einn sem er í landsliði í þessum hóp. Ástandið í landinu er með þeim hætti að mér finnst eðlilegt að þetta unga fólk fái að njóta sín í sínum íþróttum og ná upp æfingum sem að þeir hafa misst núna í þessu samkomu banni sem ríkt hefur á landinu. Ég ætla svo sem ekkert að hafa þetta lengra en óska eftir stuðning við tillöguna. Já, orðið er laust hérna þessa tillögu en það er verið óskað eftir fundarhlé og við tökum fundarhlé. Já, við hefjum þá fundan í ágæta bæjarfulltrúar og erum að ræða ennþá fundargerð Íþrótta- og tómstundanefndar frá 2. apríl og ræðum þetta eina mál sem var á dagskránni og það er einn bæjarfulltrúi sem hefur beðið orðið, það er Rúnar Bragi Guðlaugsson. Gjörðu svo vel, Rúnar Bragi. Já, takk fyrir það forseti. Bæjarfulltrúar, ég er hérna bara sem fyrirverandi formaður Íþrótta- og tómstundanefndar. Það langar mig aðeins að leggja orðið belg varðandi þessa tillögu og þessar reglur sem hérna ræðir og þessa styrki. Það er þannig að það er búið að veita þessi styrki í þó nokkuð mörg ár. Það er aðeins breytt sniðið á reglunum. Það er búið að í raun og veru fella út yngri iðkendur eða yngri umsækjendur sem voru áður, sem voru þá þeir sem voru í yngri deildum í skóla og svo er þetta 16 til 18 ára. Yngri aðilarnir þeir fá allir vinnu hjá vinnuskólunum og fá að fara til æfinga eða til landsliðsverkefna þegar þurfa þykir og fá þá að vera á launum. Og síðan er þessi hópur sem eftir er sem að hefur verið til þess að fá að sækja styrki og samkvæmt reglunum þá eru árlega veittir styrki til 3 til 5 einstaklinga. Ég langar að hérna varðandi það að þessi tillögu að fara að breyta því sem að nefndin hefur nú þegar ákveðið finnst mér að mínum mati ég er ekki sammála því. Mér finnst að við eigum að halda þessu formi sem við hefum gert, bæði með þessa styrki sem á aðra og eigum að láta það sem ákveðið var af nefndinni standa. Það er allavega mín skoðun og
og þeir sem að til dæmis ekki sóttu núna, þeir myndu að sjálfsögðu býta í skjaldarendur sínar vitandi það að allir fengu svo bara styrk ef við myndum ganga þessu tillögu en það var það sem ég vildi segja. Já, það hefur engin beðið orðið hérna þetta mál, þannig að forseti lítur þannig á að það sé réttast að, afsakið, Sveinn Óskar hefur beðið aftur orðið. Já, forseti, þakka þér. Ég ætla bara að árétta það að við erum með fordæmalausar aðstæður og það að einhverju hafi ekki sótt eða hefði geta sótt ekki í umræðinu vegna þess að það sótt ekki fleiri og hvað og ef það ekki í raun og veru einn rök fyrir því að veita þeim sem sóttu fullan styrk í ljósi þess að þetta fólk hefur ekki getað sinnt sinni íþrótt eins og verið hefur alla tíð. Aðstæðurnar eru fordæmalausar, samkomubannið heimilar þeim ekki að æfa og við sem æðsta yfirvald bæjarins getum vel breytt á þess að skerða það sem að nefndin hafi þegar ákveðið. Við erum bara bæta í. Þannig að við erum ekki að fara gegn því sem nefndin gerði, heldur bæta í og gera betur. Hvers vegna erum við að því? Það er vegna aðstæðna og vegna þess að hingað til hefur þetta gengið þannig að fólk getur æft einhvers staðar en í þessu tilviki, þessu fordæmalausa tilviki sem við búum við núna, er það ekki hægt. Við erum að sjá alls staðar í stjórnkerfinu verið að taka á málum sem eru erfið og þá það stjórnmálamennir, það eru við, sem getum tekið slíkar ákvarðanir. Þess vegna er þetta að fara í gegnum okkar hendur í lokin. Við erum ekki að gagnrýna nefndina með því að ákveða þetta. Ég vissum að allir nefndamenn myndu vera sáttir við þetta. Hvers vegna? Vegna þess að þeir hafi ekki sjálfur heimild sem við höfum til þess að breyta af og bæta í. Við getum það, ef við viljum, og ég skora á alla bara að styðja tillöguna og afgreiða hana hér með jákvæðum hætti. Takk forseti. Já, bæjarfulltrúar Ásgeir Sveinsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Ásgeir. Takk fyrir forseti, bæjarfulltrúar. Þessi tillaga, hún er að mörgu leyti ágætt en ég tel hana ekki vera framkvæmanlega vegna þess að mér finnst vera aðalmálið í því að við breytum ekki reglum eftir á. Og það að segja að það einfaldlega sótt ekki fleiri eins og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar segir, réttilega, það sótt ekki fleiri en ef að fólk hefði vitað það, að það myndu allir fá styrk sem að sóttum, þá hefði væntanlega mun fleiri sóttum. Þannig að við getum ekki stiltist upp með þessum hætti. Það að fara á svig við þessar reglur þessar nefndar með þessum hætti sem að tillagan segir til mér finnst það bara ekki gott. Mér finnst það að vera svona fordæmisgefandi. Það eru fjölmargir aðrir styrki sem að við erum að veita eða semst nefndir og bæjarstjórn til hinna ýmsu verkefna og ég held að þetta sé ekki máli. Ég vil benda á til dæmis eina leið og það kemur fram í plagginu sem aðgerðarplaggi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar sem var samþykkt sem að tekur á ýmsum verkefnum sem að við þurfum að gera út af þessu ástandi sem að COVID-19 hefur valdið. Þá kemur sérstaklega fram í lið 10 að þar eigi að taka sérstaklega á vinnu ungmenna í Mosfellsbæ til þess að tryggja að þessi hópur fái allir vinnu við þessar erfiðu aðstæður. Verkefni framundan það að finna þessum hópi verkefni og það eitthvað sem að ég treysti fræðslusviði og þeim sem að koma að því ágæta til þess að gera. Það fullt af verkefni sem hægt að gera. Eitt af þeim verkefnum og eitt sem var hægt að gera í því sambandi væri það að við myndum ákveða bæjarstjórn að við myndum vilja opna til dæmis fyrir aftur, ef að menn hefðu áhuga því, myndum vilja opna fyrir að íþróttafólk sem að uppfylli skilyrði, sem fekk ekki til dæmis útluta núna, það ætti þá kannski einhverja möguleika á að fá þá einhverja styrki í tengslu við vinnu eða annars slíkt. Það er svona möguleikar sem að við eigum í stöðunni til þess að hugsa út fyrir boxið, hugsa út fyrir kassan og þá þurfum við að taka
akkurat þessar ákvarðanir sem ég er búin að vera að tala hérna allavega á þessum fundi einu sinni eða tvisvar, að taka ákvarðanir að yfirlögðu ráði, velta upp þeim möguleikum sem við eigum. Það að alltaf fara að láta alla sem sótt styrk núna eftir á, það finnst mér ekki ganga, en við eigum fulla möguleika á að gera þetta með einhverjum öðrum hætti í þeim verkefnum sem að liggja fyrir okkur, og þar með gæti þess vegna verið einhvers konar möguleiki á að þessi krakkar myndi fá styrk, og hvað myndi vera innifalið í þeim styrk. Þeir þyrftu kannski að leggja eitthvað til málefna íþróttalega séð í bæjarfélaginu, til dæmis hjá Aftureldingu við að koma eitthvað að eflingu yngri iðkenda eða eitthvað svoleiðis. Við þurfum að hugsa þetta svona, ekki bara hlaupa til hand og fóta, láta alla fá styrk sem sóttum með afleiðingum sem að geta orðið bara miklu neikvæðara heldur en jákvæðara mínum mati. Takk fyrir. Já, bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Valdimar. Já, forseti. Og að geta bæjarstjórn og þeim sem hlýða. Ég ætla að taka undir margt af því sem er fram komið, og ég segi aftur, ég skil framkomu þessa tillögu og finnst hún á mörgu leyti ágæt að því leytinu til að styrkja fleiri ungmenni til að æfa íþróttir. Ég held að á þessum tíma, ég held að það sé óhætt að gera það, og við eins og komið fram áðan erum á lifum fordæmalausa tíma, og það á að grípa til aðgerða sem eru líka fordæmalausar, og þetta gætum túlkað þetta þannig og þarf ekki að vera endilega fordæmisgefandi. Hins vegar þá legg ég líka ríka áherslu á það að allir styrkveitingar í Mosfellsbæ eiga að vera gegnsæjar og eiga að vera öllum í boði fyrir alla. Og þar liggur eiginlega hundurinn grafinn hvað mig varðar, að ég get ekki samþykkt þessa tillögu, en við kannski mistum að tækifærinu í hléinu til þess að koma okkur saman það hvernig væri hægt að standa að þessu svona tillögu. Og ein leiðin sem eins og Ásgeir var að opna áðan var það að auglýsa hreinlega aftur og að búa til reglur það hvernig við gætum komið til móts við fleiri í samráði þá við fræðslu og tómstundasvið, þar að segja hvernig við getum gert fleirum tækifæri á því að stunda sínar íþrótt eða sína tómstund, og það er að tala afreksfólk á sínu sviði. Og ein leiðin til þess er að munstra í vinnuskólan en vinnuskyldan sé að stunda sitt áhugamál. Þannig að ég tek undir það náttúrulega að það þurfi að koma til móts við þennan hóp í sumar, og þetta getur verið ein leið til þess að hreinlega að hvetja fólk til að sækjum aftur og búa til reglur í kringum það. Ég held að það sé alveg tækifæri til þess að gera það. En ég ætla ekki að samþykkja þessa tillögu eins og liggur fyrir hér. Já, bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti. Langar einmitt að ræða þessa tillögu aðeins. Ég skil hug bæjarfulltrúa Miðflokksins á bakvið þessa tillögu. En ég held líka að kannski umgjörðin utan þessa styrkveitingu það fór að skapast hér ákveðin hefð varðandi hana, og eins og búið að lýsa þetta er svona afreksstyrkur, mikil samkeppni þessa styrki, og mér finnst svolítið líka mikilvægt að við höldum utan kerfið okkar eins og það er. Ég myndi, það er mikla, við erum að ræða hérna öllum forvarnir, við erum öll að ræða það að við viljum ekki missa unga fólkið okkar niður í eitthvað aðgerðarleysi og vonleysi. Ég held að við höfum fleiri bjargir til þess, og þá vil ég einmitt sjá að við eflum vel sumarskólan, sumarstörfin, allir fái sumarstarf. En við förum ekki og breytum reglunum eftir á eins og hefur komið hérna fram. Ég held að ætti jafnvel frekar að fylgjast með mér eins og hefur komið líka fram að hvort við eigum að grípa til einhverja annarra aðgerða varðandi íþróttaiðkunina og íþróttafélögin, og jafnvel þá eftir ár eigum við að búa til einhvern annan. Ég held að við séum ekki farin að sjá ennþá
neinar afleiðingar, auðvitað á maður að grípa inn í áður en við förum að sjá eitthvað vont gerast. En ég mun ekki styðja þessa tillögu heldur vegna þess að mér líkar vel hvernig þetta uppbyggt hjá nefndinni og hvernig þeirra kerfi en síðan hvort við ætlum að breyta því, það eitthvað sem við þurfum það bara að skoða og ræða, að því við tölum svo mikið samráð hérna áðan að það má ekki heldur gleyma nefndunum og það sem að fer heilmikið starf fram þar og ákveðnar reglur í öllum nefndum. Þannig að mér þætti það svolítið upphlaupið við ætlum að fara að breyta því kannski akkurat núna, en ef við sjáum ástæðu til þess með einhverjum í nánustu framtíð, innan einhverja mánaða að við þurfum að breyta systeminu okkar, þá náttúrulega sjálfsög gerum við það. Ef við sjáum eitthvað slæmt vera að gerast en nú á að fara að hleypa fólki aftur út á vellina og nú vonandi verður íþróttasumarið þannig að allir geta farið út á æft sína íþrótt. En svona í mínum huga þá finnst mér að við ættum að halda þessu kerfi óbreyttu. Við skulum sannarlega skoða það ef við þurfum að breyta því og þá eftir ár ætlum að breyta umsóknunum og hvernig þetta styrkjakerfi verður allt hjá okkur en ekki kannski að breyta því bara akkurat í dag. Við skulum svona sjáum hvernig þetta mun þróast. Ég hef trú á því að íþróttasumarið fari nokkuð vel á stað. En svo það bara hitt að það hópurinn sem við þurfum virkilega að halda utan og það hópurinn sem við þurfum að sjá hvort það skili sér ekki örugglega á æfingarnar og það svona okkar minnstu bræður og systur. Hvort að það fólk sé ekki örugglega rétt á, eða það sé rétt eða viti hvaða aðstoð það á rétt á. Það sem við þurfum að frekar að skoða heldur en ég kannski ekki svo miklar ágjör akkurat að þessum tiltekna hópi. Það annar hópur hérna í okkar og í öllum okkur samfélagi sem við þurfum að hafa vakandi augu fyrir og svo náttúrulega að unga fólkið okkar fái allt vinnu í sumar. Já, næsta mælendaskrá bæjarfulltrúi Anna Sigríður Guðnadóttir. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Já, ég ætla bara að taka undir sem að hér hefur komið fram og ég nefndi í hliðinu, ég skil alveg hvaðan þessi tillaga kemur, en ég held að séu svo margir vankantar á að samþykkjana eins og hún liggur fyrir. Ég vil líka taka undir það sem eins og ég skildi bæjarfulltrúa Kolbrúnu, að það svo breiður hópur sem við þurfum að hugsa núna og passa upp á að hafi möguleika á að vinna sér inn tekjur og þá þar að lendi náttúrulega líka að hafi möguleika á að stunda sínar íþróttir í sumar. En mér langar til að taka undir með bæjarfulltrúa Ásgeiri með þessa hugmynd sem hann ámálgaði áðan að hvort við gætum, vegna þess að ég held að við flest viljum gjarnan styrkja fleiri krakka en það þarf að vera samkvæmt fyrirliggjandi reglum og helstu meinbugi sem ég sé á því að samþykkja þá tillögu sem liggur fyrir núna svo að þá væri verið að breyta eftir á. Og í mínum huga finnst mér það bara einhvern veginn ekki koma til greina, hvorki hvað varðar þessa reglu né hvað varðar úthlutun hjá menningarmálanefnd eða öðrum nefndum, skiljið. Það verður að úthluta í samræmi við þær reglu sem liggja fyrir. En mér fannst áhugavert það sem að bæjarfulltrúa Ásgeir ámálgaði áðan að taka þessa hugmynd inn í stærra samhengi og jafnvel að skoða hvort það væri hægt að auglýsa aftur eða hvort það væri hægt að búa til einhver störf inn í kerfinu hjá okkur sem þá leyfði fólki, það hefði ívilnun til þess að sinna æfingum og keppni, það þurfti einhvern veginn að búa því einhvern búning. En tillagan eins og hún liggur fyrir finnst mér finnst hún ekki tæk, þó ég skilji vel þann hug sem að baki henni, þá held ég hún myndi kalla yfir okkur fleiri vandamál heldur en hún leysir. Takk. Já, ég setti henni sjálf með hérna á mælendaskrá og mér langar bara að ámálga skoðun mína í þessu. Aðrir bæjarfulltrúar hafa nú nefnt þetta hérna. Það eitt að fara inn í verkferla sem liggja fyrir svart á hvítu hjá Íþrótta- og tómstundanefnd í þessu tilviki, það finnst mér ekki ganga, þó að þetta séu
mjög einkennilegi tímar á allt það. Því að við ræðum nú hérna eftir fundargerð frá menningar- og nýsköpunarnefnd og þar einmitt verið að úthluta og ekki fengju allir þar og þá spurning það hvort að það nú mikið talað að blása lífi í menningar- og listalíf á þessum tímum. Að mínu áliti kemur það heldur ekki til greina að fara að grípa inn í það með þessum hætti, þannig að ég get því miður ekki stött þessa tillögu frá bæjarfulltrúa Miðflokksins. Hins vegar erum við öll örugglega á þeirri sömu blaðsíðu sem við höfum raun og veru samþykkt í bæjarstjórn fyrir nokkrum vikum, þegar það voru samþykkt 11 atriði og þar á meðal talað það að leggja mat á efnahagsástæður á menntun hjá börnum og þátttöku hjá börnum og í íþrótta- og tómstundastarfi og sumarvinnu hjá ungu fólki. Sviðsmyndin að breytast af frá degi eins og við vitum og það þarf að skoða stöðuna. Nú að koma eitthvað breyttir tímar og bæjaryfirvöld eins og við ræddum hérna í dag þarf að taka miklar ákvarðanir hvað þetta varðar og ýmislegt hvað varðar fjárhæð. En þetta svona mín skoðun, þannig að ég get því miður ekki breytt atkvæði þessari tillögu þó að það sé ágætis hugur þarna baki. Þannig að það hérna mælendaskrá og Stefán Ómar, þú ert næstur mælendaskrá. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, takk fyrir forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur allir. Eins og ég sagði í hlénu hérna áðan að hugmyndin er göfug og góð og það að grípa inn í þegar ábjátar og allt þetta. En það grundvallar atriði í opinberri stjórnsýslu að reglur séu skýrar, að séu gegnsæjar og þeim sé ekki breytt eftir á eða í miðri á. Og þar af leiðandi, það þarna sem ég stend, að ég get ekki tekið þátt í neinu slíku. En ég tek heilshugar undir það sem hefur komið fram hjá mörgum kollegum mínum hérna í bæjarstjórninni, að við finnum einhverjar aðferðir og það er alveg klárt mál að það liggur fyrir okkur núna í sumar að við þurfum að finna einhverjar aðferðir til þess að grípa utanum fjölmarga unglinga á eldri stigum grunnskólans og framhaldsskólans og jafnvel háskólastigsins líka sem munu ekki fá vinnu. Við þurfum að finna einhverjar aðferðir til að grípa utanum þetta fólk. Kannski með svipuðum hætti eða eitthvað líkt og gert var hérna í margum töluðu bankahrunni þarna 2008-2009 þegar það dundi yfir okkur, þá var gripið til alls kyns slíkra aðgerða. Þannig ég mun vera fyrstur til þess að bakka upp allar slíkar góðar hugmyndir, enda séðar þá ljósar og öllum skýrar fyrirfram. Takk fyrir forseti. Já, þá var það bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Takk fyrir forseti. Ég fagna því að margir eru á það að setja meira í þessa málaflokka. En það gefst núna kjörið tækifæri að grípa fyrstu börnin. Þó að þessi afrekshóp, þó að við gerum eitthvað síðar. Þessi krakkar sóttu og er að gera sína áætlanir. Þegar þeir sækjum, þá voru engin áform COVID-19. Við erum búin að vera að fara gegn ýmsum reglum, lögum og reglum, meðal annars með samkomubanni. Og það var gripið til þess ráðs bara eftir að tíu af yfirvöldum. Við erum með þetta vald að breyta reglum og það er ekki verið að skerða neitt á þeim sem sóttu og fengu styrki, samkvæmt úthlutun. Við höfum mjög miklar heimildir og það er ástæða fyrir því að þessi mál fara hendur okkar sem stjórnmálamanna. Nú höfum við tækifæri að grípa fyrstu krakkana og við erum með fundi á hálfsmánaðar fresti. Það þýðir það hvenær verða úrræðin klár og hvenær geta krakkarnir farið að búast við að fá notið úrræðin. Þessi börn hér eru með áform að ná árangri í íþrótt. Varðandi listamenn, ég vil alveg sjá möguleika þar, ég er bara ekki með tillögu núna þar. Og til þess að segja varðandi
það sem fólk nefna að það hefði verið kannski hægt að orða þetta öðruvísi, þá sendi ég hana í gær á alla og ég óskaði eftir fundarhlé áður en að málið hóf til að reyna að ná samstöðu. Hún ekki til staðar, en ég fagna því sem Ásgeir minntist á að það einhver áform uppi, en það ekki, við sjáum ekki fram á það. Þessi krakkar vilja stunda sína íþrótt og það kjörið tækifæri að afgreiða þetta núna, þannig að þau geti þá skipulagt sig fyrir sumarið. Þannig virkar þetta hjá þessum grupp. En eins og aftur, þá vil ég bara, eins og ég árétta núna og áréttaði aftur, að við erum æðsta valdið, þess vegna fyrirtækjum okkar hendur og við getum tekið ákvörðun þráttur í reglur. Við erum þau sem setjum reglur. En þó að þetta fordómalaust ástand og það stöðugt í öllu samfélaginu verið að brjóta reglur, eða fara gegn einhverjum reglur. Það vegna þess að við erum að bregðast við ástandi sem fordómalaust. Þannig að ég veist alveg óhætt til alltaf hér fullu virðingu fyrir afstöðu til laga og reglna og stjórnsýslu að samþykkja þessu tillögu og gera það með sóma. En ég legg þetta upp og ég reynt að gera eins besta að koma þessu fram og ég þakka því orð í minn garð varðandi hugminn að baki þessu og ég bara tek undir heilsugar að ef við ættum að gera meira þá er það alveg þau besta mál. En ég lít málið minni núna, ég heldur bara að fundi áfram frá því. Takk. Já, það enginn að mældarskrá þannig að næst þá að dagskráni að greiða atkvæði þessa tillögu bæjarfulltrúa Sveins Óskars Sigurðssonar eins og hann las upp hérna áðan og með sinni greinargerð og var send í tölvupósti til bæjarfulltrúa. Þá greiðast atkvæði þá tillögu og það þá já eða nei eða hjáseta. Þannig að atkvæða hefst núna. Forseti, erum við að greiða atkvæði tillöguna sem sé? Bara tillöguna. Svo greiðum við aftur atkvæði niðurstöðu nefndarinnar. Niðurstaðan liggur fyrir, það eitt hérna sem eitt atkvæði með tillögunni en það 7 atkvæði á móti og eitt bæjarfulltrúi fjarverandi. Það verið boðað hérna bókun, Sveinn Óskar Sigurðsson gerði það áðan og reyndar Valdimar líka núna hér, þannig að það spurning hvort við gerum ekki fundarhlé þá meðan, er það ekki rétt, eða eru þið tilbúin með bókanir? Hvernig hefur sent? Hvað segirðu? Ekki bókanirnar tilbúnar? Ég búin að senda bókun á forseta og ritara Heiðar. Það bara ágætis fyrirkomulag. Ég búin að senda bókun á Heiðar. Viltu senda þá á mig líka, Valdimar? Þannig að ég get þá bara lesið hann upp hérna. Já, augnablik. Ég ætla að lesa þá hér bókun frá bæjarfulltrúa M-lista, Sveini Óskari Sigurðssyni, hún hljóðar þannig. Fulltrúi Miðflokksins lagði fram eftirfarandi tillögu sem ekki var samþykkt. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar samþykkir að þeir, sem tilvitnun hefst í tillöguna, Bæjarstjórn Mosfellsbæjar samþykkir að þeir sem hlutu hálfan styrk, samanber fyrirliggjandi minnisblað frá Íþrótta- og tómstundanefnd Mosfellsbæjar, fái fullan styrk. Þeir sem sóttu styrk en ekki eru tilgreindir á minnisblaði nefndarinnar skuli hljóta fullan styrk. Skal gerðu viðauki við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar vegna þessa ef þurfa þykir. Tilvitnun lýkur og svo heldur bókunin hér áfram. Í ljósi fordæmalausra aðstæðna vegna COVID-19 og tilsvarandi samkomubanns hefur ungt afreiksfólk ekki getað æft eins og verið hefur. Það sem Íþrótta- og tómstundanefnd ákvarðaði mun hafa staðið eftir sem áður, þó svo að tillagan hafi verið samþykkt. Hér var aðeins kallað eftir því að bæta við fjármunum til að styrkja fleiri en núgildandi reglur segja til um.
Bæjarstjórn heimilt að breyta frá reglum þegar fordæmalausar aðstæður að ræða, enda æðsta vald í málefnum Mosfellsbæjar. Þetta var bókun frá bæjarfulltrúa M-lista og já, það ekki komnir fleiri bókanir til. Jú, það búið að. Ég setti bókun inn á spjalli, ég setti líka í posti. Já, það komin hérna bara inn hérna og best að ég lesi það hérna upp í heyrnarhljóði, hún verið færð til bókar. Þess að bæjarfulltrúi Valdimar var að setja hér inn. Hún svohljóðandi: Bæjarfulltrúar Viðreisnar, Samfylkingar og Vina Mosfellsbæjar geta ekki samþykkt tillögur bæjarfulltrúa Miðflokksins veitingu íþróttastyrkja til allra sækja eins og hún liggur fyrir. Ef breyta og úthlutun á íþróttastyrkjum í Mosfellsbæ ætti að gera það þannig að jafnræði sé gætt og íþróttafólk í Mosfellsbæ geti sótt styrki með breyttu fyrirkomulagi. Gegnsæi og jafnræði á að vera í öllum styrkja úthlutunum í Mosfellsbæ, tekið undir það sjónarmið að áríðandi að tekið undir það sjónarmið að áríðandi að styrkja ungt fólk sumarið 2020, þar sem líklegt að atvinnuleysi ungs fólks verði verulegt. Þetta var bókun frá bæjarfulltrúum Viðreisnar, Samfylkingar og Vina Mosfellsbæjar og verður færð til bókar. Ég búinn að senda bókun frá DOF-lista á forseta og fundarritara. Já, þá ætla ég að lesa hér þriðju bókunina. Hún svohljóðandi, bókun frá bæjarfulltrúum DOF-lista í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Reglur styrki til efnilegs ungs fólks voru endurskoðaðar í mars 2019. Þar geta ungmenni á aldrinum 16–20 ára sótt að uppfylltum þeim skilyrðum sem sett eru fram í reglunum. Þar kemur fram að árlega veitir íþrótta- og tómstundanefnd styrki til 3–5 einstaklinga. Breytilegt milli ára þar sem kostnaður fer eftir aldri styrkþega og hvort hlutfallsgreiðslur að ræða. Að þessu sinni fengu 6 styrk, 3 fullan styrk og 3 hálfan styrk. Á hverju ári berast umsóknir frá hæfileikaríku ungu fólki mismargar eftir árum. Íþrótta- og tómstundanefnd velur á hverju ári efnilegustu ungmennin úr hópi umsækjenda. Ef allir umsækjendur fengju styrk væru forsendur fyrir styrkjum sem þessum ekki lengur til staðar. Vert að taka fram að Mosfellsbær mætir þeim unglingum sem eru á aldrinum 13–15 ára, 8–10. bekk, og taka þátt í til dæmis landslýsverkefnum eða verkefnum fyrir félög/félagasamtök. Ef þau eru skráð í vinnuskóla Mosfellsbæjar geta þau sótt formlegt leyfi á launum þann tíma sem að verkefni varir, en skilyrði að þau skili lágmarksvinnuframlagi. Á þeim fordæmafáu tímum sem nú eru og hvað varðar atvinnumöguleika ungs fólks, 16–25 ára, þá mikilvægt að sveitarfélagi horfi í heild sinni á atvinnumöguleika ungs fólks sumarið 2020. Það markmiðið að ungmennum á aldrinum 16–20 ára með lögheimili í Mosfellsbæ verði tryggð sumarvinna hafi þau ekki aðra atvinnumöguleika sumarið 2020. Eins og kemur fram í aðgerðaáætlun vegna COVID-19 sem bæjarstjórn samþykkti á síðasta fundi sínum. Slík sumarátaksstörf kæmu á móts við þau ungmenni sem ekki hlutu styrk eða hlutastyrk að þessu sinni. Þetta var bókun frá bæjarfulltrúum DOF-lista. Já, það var lítil leiðrétting sem að bæjarfulltrúi Anna Sigríður Guðnadóttir setti hérna fram og fundarritari tekur það inn í bókunina og fundargerðina. Þá vorum við búin að afgreiða bókanir sem að snerust tillögu bæjarfulltrúa Sveins Óskars, en við eigum eftir að greiða atkvæði niðurstaða fundarins eins og hún liggur fyrir hérna í fundargerðinni. Þannig að ég tel það að dagskrá, að það sé enginn að biðja orðið það. Það sé tæmt alveg, þannig að ég reikna þá með að bæjarfulltrúar eru þá tilbúnir í atkvæðagreiðslu aðra og þeir sem samþykkja niðurstöðu íþrótta- og tómstundanefndar á fundi númer 236 í þessu eina máli sem var á dagskrá eru beðnir að skrifa já og aðrir skrifa nei. Eða samþykkt.
Allir búnir að greiða atkvæði sýnist mér. Og þetta eru 8 atkvæði sem samþykkja niðurstöðu nefndarinnar. Einn bæjarfulltrúi er fjarverandi. Þannig að nú hefur við lokið þessari fundargerð og við höldum áfram með dagskrána og þá kemur aftur til leiks bæjarfulltrúi og bæjarstjóri Haraldur Sverrisson. Við ræðum næst fundargerð frá menningar- og nýsköpunarnefnd. Já, ok. Já, einhverjum augnablik eftir bæjarfulltrúa, hann er að koma aftur til leiks inn á fundinn. Við höldum það áfram með dagskrána ágætu bæjarfulltrúar og það liggur hér fyrir fundargerð frá menningar- og nýsköpunarnefnd, fundur númer 16. Og þetta þarna var 1 mál á dagskrá, líkt og hjá íþrótta- og tómstundanefnd. Þarna voru fjárframlög til lista- og menningarstarfsemi 2020 og ég gef orðið laust. Það þetta eina mál að hefur enginn beðið orðið. Þá er umræðum lokið þessa fundargerð og við göngum til atkvæða ákveðið bæjarfulltrúar og greiðum atkvæði fundargerðina í heild sinni. Það var reyndar bara 1 mál. Fundargerðin er samþykkt með 9 atkvæðum, öllum greiddum atkvæðum. Þá er hér undir lokin bæjarfulltrúar 5 fundargerðir sem eru lagðar hérna fram til kynningar frá Strætó og Sambandi íslenskra sveitarfélaga, samstarfsnefnd skíðasvæðanna og frá Þorpu. Við byrjum á eigendafundi hjá Strætó byggðasamlagi. Þar var haldinn fundur í Hamraborg í Kópavogi 2. mars síðastliðinn og ég gef orðið laust. Það kveður sig engin hljós og þá er umræðum lokið og sú fundargerð er lögð fram. Þá förum við í Samband íslenskra sveitarfélaga. Þessi fundur var númer 880, hvorki meira né minna, og að venju mörg mál á dagskrá, 22 mál og fólk af öllu landinu. Ég gef orðið laust þessa fundargerð. Það var haldinn, náttúrulega með fjarfundabúnaði eins og aðrir fundir núna, 27. mars síðastliðinn. Það tók bara 2 klukkutíma, frá 9 til 11. Akkur þessi mál, það kveður sig engin hljós þessa fundargerð og þá er umræðan lokið og þessi fundargerð lögð fram. Þá förum við í Strætó, það er að segja fundur, svokallar eigendafundur Strætó byggðasamlags, eigendafundur nr. 22, fjarfundur sem var haldinn 25. mars síðastliðinn. Þar var hann reyndar bara 1 mál á dagskrá, breytingar á þjónustu vegna áhrifa COVID-19 og notkun Strætó. Það orðið laust þessa fundargerð, það kveður sig engin hljós og þá var sú fundargerð lögð fram. Þá skellum við okkur á skíði, ekki setna hérna. Það var haldinn fundur í samstarfsnefnd skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins
miðvikudaginn 25. mars síðastliðinn, fundur númer 382. 4 mál á dagskrá og við laustum hana. Það kveður svo engi hljós, þá hún sú fundargerð lögð fram. Lokum hér fundargerð frá byggðasamlagi Sorpu, fundur númer 425. Fundur haldinn á Gylfaflöt 5 í bækistöðum Sorpu, 30. mars síðastliðinn. 6 mál á dagskrá. Ég var við laustum hana, þá hefur svo engi hljós. Jú. Ég var búin að biðja orðið. Já. Það voru einhverju búin að biðja orðið. Já, það fyrirgefið afsakið hérna. Það eru 3 á mæliskrá. Það eru Valdimar og Sveinn Óskar og Kolbrún. Og þessar röð, þannig að bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson, þú orðið. Gjörðu svo vel. Sko, ég ætlaði nú að tala undir skíðasvæðunum, já, sendi það, en allt í lagi, sko. Jú, fyrir ekki, heyrðu, já. Heyrðu. Sko. Ég ætlaði reynda líka að gera það. Já, heyrðu, forseti biðst bara afsökunar á þessu, horfði ekki nógu mikið á spjallið þarna, þannig að fyrst að bæjarfulltrúar voru að biðja orðið þar, þá tel ég rétt að við förum aðeins aftur á bak. Valdimar, þú varst að biðja orðið þar. Já, mér langaði bara, ég saknaði svolítið að fulltrúar okkar séu ekki að bara svona upplýsa okkur hvað fer fram á og hvað er í gangi. Það er mikið í gangi allstaðar og eitt að er skíðasvæðin þar sem er búið að loka, hvað áhrif hefur þetta á fjárhagsstöðuna, hvernig kemur þetta út fjárhagslega fyrir okkur, verður þetta dýrara, þurfum að borga meira, verður fresta framkvæmdum, hvernig er búið að ákveða eitthvað þannig? Er ekki Rúna sem að situr þessa fundi? Jú, kannski fá hérna, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, þú ætlaðir að tala líka skíðasvæðinu, eða ekki? Já, skulum ég ætla að gefa þér orðið þá, gjör svo vel, Sveinn Óskar. Já, þakkaði forseti. Ég ætlaði með þetta, ég fór frá þarna fundargerð. Það var eitthvað bestu miðvarandi rekstraráætlun, en þetta svona svipað meiri eins og hjá bæjarfulltrúa Valdimar. Það eru áform gríðarlega framkvæmdir, hvað er þetta statt, hvað á að gera, er þetta hluti af þessari slagplani ríkisvaldins og bæjaryfirvalda og höfuðborgarsvæðinu, verður þetta framkvæmt og hvernig þá og hvort það sé ykkur áherslu að breyta áformum. Já, Kolbrún, ætlaðir þú að ræða skíðin? Kolbrún Þorsteinsdóttir. Nei, ég bara ætlaði að koma inn í Sorpu, þú varst komin þangað áðan, Já, en hérna, Rúna Bragi, það var svona beitt svona spurningu til þín, eða getur þú komið inn í það? Nei, fyrir ekki, ég bara náði ekki spurningunni. Valdimar Birgisson, kannski endurtakja það? Já, ég var svona að segja að ég saknaði þess að fulltrúar okkar í þessum stjórnum fylgdu því úr hlaði að hvað er að gerast og hvað er að döfinni. Nú er heilmikið að gerast hjá skíðasvæðunum, að það er náttúrulega búið að loka. Allstaðar mikið að gerast en það er búið að loka. Ég ætlaði að spyrja hvaða áhrif hefur þetta á fjárhagsstöðuna. Það er ykkur verið að segja frá því þarna að ykkur leyti, en þú getur túlkað þetta fyrir okkur og hefur þetta ykkur áhrif á framkvæmdir og þurfum við að leggja skíðasvæðunum meiri pening þetta árið, eða hvernig er þetta statt núna, Rúnar? Sko, þetta hefur að sjálfsögðu áhrif á reksturinn. Þar sem að það er lokað á þeim degi sem á þeim tíma sem að í raun og veru var það besta færi sem að hefur sést bara lengi í Bláfjöllum og í Skálafelli, og eins og staðan var þegar það var lokað, þá var staðan mun betri heldur en nokkuð tíman áður. En það er ekki vitað hvaða áhrif þetta hefur síðan á heildar árið. Það hefur ekki komið ljós ennþá. En opnunin núna, þessi svokallaða vetraropnun er svo til búin. Halda menn allavega, þannig að það er, og sérstaklega núna 4. maí þegar á að fara að opna, svo sem ekki tala endilega skíðasvæðin sérstaklega, en það er líklega opnunin fyrir veturinn, þennan vetur er búinn, þannig að það er vonandi bara að næsti vetur verði góður.
Já, Haraldur Sverrisson, þú varst búinn að biðja orðið þessa fundargerð, samstarfsnefnd skíðasvæðanna. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, takk forseti. Ég ætla nú bara aðeins að því það var verið að ræða þessar framkvæmdir sem fyrirhugaðar eru á skíðasvæðunum sem eru miklar og metnaðarfullar og eins og var svo sem farið yfir hér í bæjarráði ekki alls fyrir löngu þá liggur fyrir útboðsgögn og útboðslýsing á nýjum lyftum í Bláfjöllum og svo snjóframleiðslubúnaði. Það allt saman tilbúið. Í þessum eins og útboði og útboðsgögnum gert ráð fyrir því að bjóðandi geti komið í vettvangsferð á staðinn til þess að kanna aðstæður og sem talar nú eiginlega nauðsynlegt til þess að geta boðið í verkefnið og því var tekin svo ákvörðun eðlilega að fresta auglýsingu á útboðinu því að það er bara ekki hægt að komast til Íslands eins og sakir standa til þess að fyrir bjóðendur til þess að skoða aðstæður. Þannig að þetta ástand að hafa áhrif á þetta útboð hvað þetta varðar. Það er hins vegar fullur vilji til þess að fara í útboðið en ég held að það verði ekki auglýst fyrir að það liggur fyrir að það sé hægt að komast til landsins fyrir þá sem hafa áhuga að bjóða í það til þess að gera það sem þarf að gera til þess að uppfylla skilyrði útboðsgagna. Já. Ég lít svo að enginn sé að biðja frekar orðið þessa fundargerð. Þannig að hún verður þá lögð fram. En það er ein fundargerð eftir. Það er fundargerð frá fundi á Sorpu nr. 425. Haldinn 30. mars síðastliðinn. 6 mánaða dagskrá og Kolbrún, þú varst búin að biðja orðið þá fundargerð. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, forseti, takk. Ég ræddi það á síðasta fundi bæjarstjórnar varðandi þær aðgerðir sem hafa verið í gangi hjá stjórn Sorpu og þessum fjármálateymi sem hefur komið að endurskipulagningu reksturs Sorpu og þetta hafa verið mjög svona, basic, þegar maður sleppta svona aðgerðir. Það er náttúrulega verið að fara ofan í kjölinn á varðandi hagræðingu. Það er ljóst að það verður gjaldskrárhækkun bæði á einstaklinga og heimili og síðan gerir ráð fyrir að það þurfi að koma meira fé frá sveitarfélögunum. Þannig að markmiðið fyrir 24 er að snúa við rekstrinum, að EBITDAn verði jákvæð, rekstrarniðurstaða jákvæð og félagið verði þá aftur orðið full fjármagnað. Þessar aðgerðir eru gerðar í fullri samvinnu við eigendur. Þetta hefur farið fyrir, það hefur verið haldinn eigendafundur. COVID ástandið er ekki að hjálpa til heldur núna, það er að koma minna inn á endurvinnslustöðvarnar. Þannig að það er svona, það er haldið fast utan öll mál hjá Sorpu og fylgst með, gríðarlega vel með í öllum vígstöðum, á öllum stöðum, öllum svona rekstrar hliðum Sorpu varðandi stækkunina í Gufunesi, byggingu gas- og jarðkerastöðvarinnar sem er nánast að verða full fjármögnuð eins og staðan er nánast áætlun eins og staðan er í dag og það hefur ekki verið rætt seinkun á opnuninni, meira frekari seinkun. Það var rætt að hún myndi opna fyrst í febrúar, síðan í apríl og ég held að við sjáum ekki aprílinn hálfnaður, þannig að ég held að opnunin verði eins og það talaði núna, hann verði ekki fyrir í maí. En þær framkvæmdir ganga vel og hafa gengið allan tíman mjög vel og eru á algjörlega áætlun. En svo þarf náttúrulega bara að horfa til næstu ára hvernig félagið verður, hvernig það muni, við getum fjármagnað það og þær skuldir sem er búið að stofna til. Og ég held bara með þessu áframhaldi og svona stífri stjórn eins og er í gangi núna og gríðarlega góðar upplýsingar til stjórnar
að þá held ég að eins og í þeirri mynd sem félagið akkurat í dag, að þá, og öllu óbreyttu, þá ætti það að takast. Já, það eru 2 á mælendaskrá og næstu tekur til máls bæjarfulltrúi Sveinn Óskar. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, forseti, og ég vil þakka fulltrúa okkar í Sorpu fyrir þetta innlegg. Það hefur ekki komið fram kannski neins staðar að það núna meðal bæjarfulltrúa á öllu höfuðborgarsvæðinu ákveðin stefnumótun að vinna í gangi byggðasamlögin og þar Sorpa meðal annars. Og þarna sé ég á fyrsta dagskrárlið þessa fundar í Sorpu að endurskoðandi Sorpu kom á fundinn og fór yfir drög að reikningi í Sorpu. Ég kallaði eftir á síðasta fundi að hvort það sé einhver möguleiki að fá einhvers konar yfirlits greinargerð stöðuna vegna þess að það fylgir ekki mikið með þessum fundum eða fundagerðum, ekki mikið af gögnum stöðuna og það að fá einhvers konar af þessum hóp sem að fara yfir þetta, framkvæmdastjóra og tilsvarandi aðilum innan Sorpu, einhverja samantekt á stöðunni og svipað eins og við erum að reyna að fá frá okkar fólki í stjórnsýslunum varðandi okkar eigin fjárhag í bænum. Þannig að ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra en þetta, bara minna á þetta og fá kannski fulltrúa okkar í Sorpu til þess að svona kanna hvort hún hafi sér fyrir endan á því að við fáum þetta. Næstu tekur til máls bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson. Gjörðu svo vel, Valdimar. Já, takk fyrir það, forseti. Þú getur bæðist að það voru beindir eitthvað spurningar til fulltrúa okkar í Sorpu, en ég kannski með líka eitthvað spurningar varðandi Sorpu. Valdi, heyrist þú illa í þér? Heyrist illa í þér, Valdimar. En núna, ef ég sett... Já, mjög fínt. Já, ég líka með spurningar til fulltrúa okkar í Sorpu, einhverjar. Ég benda á það fylgir með ársreikningur, hann fylgir hérna með og við fórum yfir hann og það augljóst að eins og við vissum að það eru lækkandi tekjur og rekstrarkostnaður hefur aukist, það launakostnaður aukst og mun ekki minnka. Ég gerir ráð fyrir því að vonandi þá tekst okkur einhvern veginn að lækka rekstrarkostnaðinn með minna Sorpi. Ég held að vonandi helst það í hendur og það nú eitt af áskorunum sem eru til staðar núna hjá Sorpu. En þú talar að það þyrfti að koma til aukið fé frá eigendum. Er búið tekníku einhverja fjárhæðir í því sambandi, sko? Hvað það getur verið mikið sem við þurfum að leggja til, sko? Og líka varðandi sko gas- og jarðgerðarstöðina. Nú hún að komast í gagni, sagði ekki í næsta mánuði eða eitthvað slíkt, sko. Hvernig með flokkun á Sorpu í Guðunesi? Færibandið í gangi, er það virkt og getum við farið og hafið starfsemi í Sorpu, gas- og jarðgerðarstöðinni þegar það kemst sko í gagnið, sko? Já, Kolbrún, ég ætla að gefa þér orðið. Já, sko, varðandi spurningar þínar, Sveinn, nákvæmlega tölurnar og þar stöðuna sem við erum að vinna í akkurat núna. Ég skal bara kalla eftir því frá Birgi Birni og hans teymi. Þessi gögn sem við erum með eru bara vinnugögn, en ég held núna að þetta fari bara að vera tilbúið til birtingar. Og það Sorpufundur næsta mánudag og þá skal ég bara minnast á þetta og ég vissum að þá verði sem sagt öll gögn tilbúin til birtingar og til frekari skoðunar hjá sveitarfélögunum. Það kemur fram í þeim gögnum einmitt að eigendur þurfi mögulega að leggja stofnframlög mögulega á þessu ári. Þetta verði sirka 500 milljónir mögulega í lok næsta árs sem þurfa að koma frá sveitarfélögum eins og þær áætlanir sem gera það fyrir núna. En það ekki, þær áætlanir sem við erum að vinna út frá núna, þær gera ráð fyrir því árið 2021 komi til viðbótar þeir sem kom núna síðast, þá komi til 200 milljónir. Það svona í áætlun.
Þannig að, já, þannig það er svona, það er tölur sem að er verið að skoða, sem eru í þeim áætlunum sem við erum að fara að vinna eftir núna. Ég spurði líka gas- og jarðgerastöðun og flokkunar í Gufunessi, hvort að það væri komið í gagni og hvort að... Ég er bara ekki viss það, ég skal bara kanna það. Ég veit allavega að það var allavega góður gangur á stækkunin í Gufunessi og ég veit ekki hvort að færibandið er komið í gang. Ég skal bara spyrja því fyrir næsta fund. Sveinn Óskar, bæjarfulltrúi, þú varst að biðja orðið, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir forseti. Ég aðeins til að árétta þetta, það 200 milljónir kom undir lok 2021. Já, en... Og núna 300. Þessar 200 milljónir, ég er alveg, sko, ég vil ekki fara að gefa þetta akkurat út. Núna, mér langar til að við bara, það er sem sagt mögulega, og ekkert mögulega, ég veit að sveitarfélögin þurfa að leggja til meira fé til Sorpu, þannig að á næsta ári, en þær áætlanir sem við erum að vinna út, sem er að vera að leggja fram núna, að það er gert ráð fyrir því að sveitarfélögin þurfa að leggja meira fé til Sorpu. Já, en ég get ekki sagt svarað þín betur og staðfest þetta eftir næsta fund Sorpu, sem er á mánudaginn, þannig að liggi fyrir næsta bæjarstjórnarfundi. Haraldur Sverrisson hefur beðið orðið fundargerð Sorpu, gjörðu svo vel. Haraldur? Já, forseti, bara þessi framhald af þessu, því að það var að fjallaði þetta á eigendafundi einmitt Sorpu daginn, sem svo fundargerðin reyndar ekki komin hingað, þannig að hún liggur ekki fyrir þessu fundi, en hún í anda þessu umræða var í anda þessa sem að Kolbrún fulltrúi okkar í Sorpu var að segja, sko, þetta er í raun og veru sem ég skildi það svona fjórþættar aðgerðir. Við erum búin að kynnast hluta þeirra, þar að segja að það er þá auknar lántökur. Fyrst lánalína sem við höfum heyrt og sem að þá getur breyst í langtíma lántöku. Það eru aukin framlög sveitarfélaga í formi stofnfjár. Það tölur hafa nú svo sem sko eru nú svona einhver leyti á reiki ennþá, en það er einhverju kannski svona stærðargráðu eins og Kolbrún var að nefna, en liggur ekki fyrir neinar ákvarðanir sjálfum sér það. Síðan er það gjaldskrármál, það er að segja það mun koma tillögur hækkun á gjaldskrám, eins og Kolbrún nefndi, bæði hvað varðar gjaldskrá heimilanna og sem og fyrirtækjana til þess að standa undir þessum rekstri. Og í fjórða lagi var það svona frestun og jafnvel að hætta við ákveðnar framkvæmdir sem að hafa verið fyrirhugaðar, svo sem eins og byggingu nýrra endurvinnslustöðva, því verið frestað með einhverjum hætti og slíkum hlutum til þess að svona auka svigrúm í þær framkvæmdir sem eru þá í gangi núna og hafa orðið kostnaðar meiri heldur en fyrstu áætlanir gerðu ráð fyrir, eins og gas- og jarðgerðarstöð. Svona skildi ég svona í grófum dráttum planið, ef að þá orða þannig, sem að svona nýju stjórnendur Sorpu eru og sérfræðingar og ráðgjafar eru að vinna að, og var svona reifað aðeins á sem eigendafundi, en eins og kom fram hjá Kolbrúnu, og þá er þetta svona ennþá í mótun og það er formlegu tillögur ekki ennþá framkomnar. Já, það er nú enginn á mældarskrá núna, þannig ég lít þá á Kolbrún allavega. Bara örlítið að bæta við þetta sem bæjarstjóri sagði, þetta er í rauninni sko aðgerðir í 6 liðum, en það er helsta sem að bæjarstjóri var að nefna áðan og það er að segja að það er gjaldskrárhækkunin, það er hagræðing í rekstri. Það verður sett hámark þak á fjárfestingar hjá Sorpu, fjárfestingum varðandi endurvinnslustöðvarnar, þeim verður frestað, af því að það náttúrulega liggur fyrir að það þurfa að fara í miklar framkvæmdir varðandi endurvinnslustöðvarnar. Það eru margar hverjar orðnar mjög bara hreinlega sprungnar, eins og til dæmis Blíðubakkinn hérna hjá okkur, hann er bara allt of lítill og er orðinn bara hreinlega hættulegur. Ég veit það er mögulegt ég veit reyndar að Sævarhöfðin þarf að færast, mögulega verður sú eina framkvæmdin sem verður farið í núna. Og það er þetta með
aukningu í stofnframlögum frá eigendum og síðan kannski sem svona góða fréttin að það verður samkvæmt áætlunum náttúrulega líka verið að huga því að fara að greiða niður þessa heimild árið 21. Þannig að það er komið náttúrulega áætlunir það líka að fara að greiða niður heimildina og þeim eftirstöðum, það er eftirstöður að lánum og slíkt, það er allt komið inn í þessar áætlanir. Þannig að mér finnst svona að þetta vera mjög, já, þetta er allavega svona gott plan eins og þetta blasir við stjórn Sorpu akkurat í dag. Já, ágætu bæjarfulltrúar, mér sýnist að við erum komin að leiðarlokum á þessum fundi. Þetta var fundargerð Sorpu undir lokin frá 30. mars og hún er lögð fram. Og það fleira liggur ekki fyrir þessu fundi. Næsti fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar er fyrirhugaður 29. mars. Og þá eru komið sumar samkvæmt dagatalinu. Það er þrátt fyrir allt, það er sumardagurinn fyrsti í næstu viku. Rúmu viku. Hann verður örugglega 29. apríl, Bjarki minn. 29. apríl ætlaði fyrir ekki eftir tímanum. Já, 29. apríl afsakið. Og sumardagur fyrsti núna, 23. Og það verður örugglega sérstakur sumardagur eins og margt svo sérstakt. Ég held að Ísland sé eina landi í heiminum sem heldur upp á sumardaginn fyrsta. Við sleppum því ekki og það verður því með öðrum hætti. En ég þakka bæjarfulltrúum fyrir fundarsetuna og ég er með fundahamarinn hérna eins og þið sjáið hér og fundi er slitið. Takk fyrir fundinn. Takk fyrir fundinn. Takk fyrir.